Ég tók það fram síðustu helgi að ég ætla núna svona næstu sunnudag að skoða hluti úr Galatabréfinu. En ég ætla líka aðeins að rifja upp svo enginn svo þið náðu þessu alveg. Af hverju? Vegna þess að bréf Páls til Galatamanna, það eitt af þessum bréfum sem hann mjög nytsamur hvað verið að tala um. Hann að segja, kenna fólki í Galatíu að fagnaðarindi náðarinnar gildir eitt og sér, réttlæti fyrir trú, fyrirgefnum syndarinnar, allt saman fyrir trú. Og ekki að blanda því saman við lögmál Móse. Og við höfðum svona léttan inngang síðast, hvernig við erum í hálfan 3. kafla, þar sem að Páll að útskýra hvernig fagnaðarindi náðarinnar byrjaði með Móse. Svona með Abraham og við erum eiginlega, ég ætla aðeins að rifja upp aftur, bara til þess að fá samhengi í hlutina. Brjótum þetta niður frá 3:16 til 17. Nú voru fyrirheitin gefin Abrahams og niðja hans. Það stendur ekki og niðjum eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum eins og þau einn ræða og það Kristur. Ég fór í þetta síðustu helgi en ég ætla aftur að rifja þessu upp. Sem sagt, þegar Guð kallar Abraham, þú ætlum bara svona orða hlutina, þið getið lesið kvöldun Abrahams í 1. Mósebók, þar sem sagt kallar Guð hann frá landinu sínu Írak, kallar hann og segir, ég ætla að gera fyrir þig sáttmála. Ég ætla að blessa allan heiminn, alla veröldina, alla þjóðir munu blessun ljóta fyrir því sem ég ætla að gera fyrir þig. Ég ætla að gefa þér son, Ísak, hann verður fyrirheitna sonur og af þeim syni myndi koma ættleikur og einn dag myndi fæðast frelsari heimsins og það þessi fyrirheit. Ok, tökum núna 3:17. Með þessu vildi ég sagt hafa. Ég svo gaman svona setningu frá Páli, að því að þegar hann segir þetta, þá hann að leggja áherslu á mikilvægi þess að við skilja fagnaðarindi náðarinnar. Með þessu vildi ég sagt hafa. Sáttmálan sem Guð hafði áður staðfest getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef einhver eitthvað að velta fyrir sig hvað lögmálið verið að tala um þegar vísaði til lögmálsins, þá að vísa í laga Móse sem við kannski þekkjum undir boðinu 10. Ekki satt? Þú skalt ekki stela, þú skalt ekki ljúga, þú skalt ekki drepa, þú skalt ekki, þið vitið, þekkið þetta? En lögmálið voru miklu fleiri boðar. Þetta voru 613 þegar allt var tekið saman. Það voru reglur mat, það var reglur fatnað, það var reglur hvíldadag og ég veit ekki, mér finnst best að útskýra lögmálið, þetta var bara allt. Þetta eru 613 reglur. En það sem kannski við misskiljum oft þetta var ekki fyrir heiðnu þjóðir. Þetta var eingöngu sáttmáli við Hebrea, við Ísraelsmenn, sem Guð gerði við þá þegar hann leiddi þá út úr Egyptalandi, út úr þrældómnum, þá gerir hann við þá þennan sáttmála. Og Páll að segja hérna, þó að kom eitthvað lögmál 430 árum síðar, getur ekki fellt fyrirheit úr gildi með því að Guð ætla að láta Jesú Krist koma. Það algjörlega óháð því. Þess vegna þurfið ekki að taka lögmál inni til þess að láta fyrirheit Guðs að verða veruleika. Það óháð því. Fyrirheiti Guðs, það að hann kom samkvæmt ritningunni, dó var grafinn samkvæmt ritningunni, reis upp aftur á 3. degi samkvæmt ritningunni. Allt saman til þess að þú og ég getum fengið réttlæti, fyrirgefningu synda, allt saman fyrir trú. Algjörlega óháð einhverju lögmáli eða eitthvað þannig. Það að skilja? Við förum svo betur í þessa hluti meira og meira seinna í kaflanum. Þetta alveg óbóðslega skemmtilegt bréf og þetta bréf frelsisins. Þetta kristna lífið, að við skiljum þetta fagnaðarindi náðarinnar. Ég persónulega, nú talaði bara fyrir mig, ég legg mikinn grunn af mínu trúarlífi út frá Galatabréfinu. Þetta bréf, ef þú fattar þennan boðskap fagnaðarindinsins,